sko við getum gert margt til að breyta og bæta, en ég heldi fram að þessi norrænu velferðarsamfélög, þar sem að hugsa þá sem að minna mega sín og reynt að hafa eins mikið jöfn eða reynt að hafa jöfnuð í kjörum, þetta sé skásta samfélagsform sem að mannkynið hefur komið sér upp til þessa. Hverju voru það sem að flutti hingað? Í fyrsta lagi þá voru það ekki bara frjálsbornir höfðingjar frá Noregi, langt í frá, og þjóðfélög hafa alltaf verið í breytingu. Það er ekki til sem heitir staðnað þjóðfélag. Ég er pólitískt viðrinni, eða svona flokkspólitískt viðrinni eins og langflestallir fréttamenn. En lýðræðið sko er ekki sjálfgefið. Og við skulum ekki gleyma því að lýðræðið er mjög nýtt fyrirbrigði. Það sem að andstæðingarnir eru málaðir sem annarkvort svíkarar, hálfvitar eða eitthvað annað og ekki hlusta á rökin. Þetta hefur orðið alltof algengt og við sjáum þetta raunar í íslenskri pólitík, en ekki eins mikið og mjög víða erlendi. Af þessum svona viðtölum sem þú hefur tekið, hvað er svona að þínum mati áhugaverðasta? Ég veit það ekki. Svo varðandi Norðurlandatungumáli, þá nú ætla ég að flytja ræðu mína til varnar dönskukennslu. Ef eitthvað er alveg út af kortinu, og þá kemur það kannski ekkert skoðun fréttamannsins sem er að taka viðtali við. Hann getur sagt sko, hérna fyrir ekki, 2 + 2 eru 4, þeir eru ekki 5 eins og þetta segja. Börnin okkar, og barnabörnin og þeirra börn, þau verða að geta tekið við heimi sem að hægt er að lifa í og er sjálfbær. Þannig að gilt fortíð, ég segi bara my ass. Jæja, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og komin til mín hann Bogi Ágústsson. Bogi, þekktasta rödd, ég myndi segja á Íslandi. Ég veit nú ekki það hvað Broddi Broddason myndi segja við því. Eða Sigvaldi Júlíusson. Já, það eru nokkur sem koma til greina. Þú ert allavega hana uppi með þeim. Já, þetta er úrvalshópur. Þú ert fréttamaður á RÚV, en aðalega ertu nú káringur. Já, ég og hvortveggja. Já, hvortveggja. KR í dag, hvað finnst okkur? Já, ég bjóst ekki við mjög miklu fyrir þetta leiktímabil, en sko fjórðasætið er kannski aðeins slakar. Ég bjóst ekki við að káingar eru Íslandsmeistari, ég bjóst raunar við því að Valsmenn myndu taka titilinn. Þeir eru með mjög gott lið og nóg af penningum. Þannig að ég bjóst við því, þannig að þetta lítur að vera mikið vonbrigða tímabil fyrir þá. Þetta er vonbrigða tímabil fyrir KR. Engin bikar, en sko ég er nú þannig gerður að ég ætlast til þess þegar ég fyrir á völlin að liðið sem ég held með KR, að leikmenn leggi sig fram og spili góðan fótbolta. Við vitum að stundum ganga hlutirnir ekki upp, stundum ganga upp og maður getur ekki ætlast til þess að þeir vinni hvern einasta leik, maður getur ætlast til þess að þeir leggja sig allir fram fyrir félagið. Og mér hefur nú fundist það í sumar, þó að ýmsir hafi verið með einhverjar meiningar það að káningarnir hefði ekki, svona hjarta og sálin hefði ekki verið í því, þá leiki sem ég hef komist, þá hefur það ekki verið raunin. Svo náttúrulega, það sem ég er óánægður með er að KR hefur lagt mjög litla áherslu á kvennaboltann og eftir að stelpurnar unnið sig upp í efstu deild þá hefði ég búist við því að það yrði meiri stuðningur og meiri áherslu lögð á kvennaboltann. Það má ekki gleyma því að fyrir mér er örstutt síðan árið 1999 var, þá vann KR allt í efsta flokki, bæði kvenna og karlamein, bæði bikar og Íslandsmeistarar, bæði liðin. Og síðan hefur kvennaliðinu hrakað því miður og ekki verið stutt við bakið á því eins og þarf er. Þar gætum við tekið bæði Breiðablik og Valsmenn okkur til fyrirmyndar, því miður. Já, þetta er komið svona í fréttinar þar sem að það hefur verið svona sett út á það hvers konar, hvað ég var að segja, til að fá að sletta attitúd gagnvart einmitt kvennaboltanum hefur verið. Sko, nú er ég ekki það mikið innanbúðar í KR. Það sem að ég hef gert frá því 1999 er að starfa sem sjálfboðaliði í KR útvarpinu.
en ég ekki í stjórn og hef raunar ekkert svo eftir því að fara í stjórn í neinni deild í KR eða aðalstjórn, þannig ég ekki það mikill innanbúðamaður að ég geti dæmt slíkt. Ég horfa á þetta utanfrá og þannig get ég sagt að það augljóst að það var ekki lögð nægilega mikil áhersla á kvennaboltan. Karlamegin getum við sagt að ég minna Rúnar Kristinsson þjálfari KR, hann fæddur uppalinn KR-ingur og mjög snjall þjálfari. Það ekki honum að kenna að menn voru meiddir eins og til dæmis Kristján Flóki sem að spilaði sinn held ég fyrsta leik sem hann var í byrjunarliði núna á móti nýkrýndum Íslandsmeisturum Blika og skoraði sigurmarkið. Það eru fleiri káningar sem að Kristinn Jónsson var meiddur stóran part tímabilsins og við getum nefnt miklu fleiri. Það hins vegar margir káningar sem hafa sett spurningamerki það hvernig Kjartan Henry Finnbogason var nýttur. Aftur þá ég ekki það mikið inn í málunum að ég geti farið að setja mig ykkur dómarasæti við því. Nei. Ég búin að þekka Kjarra mjög lengi og mér finnst mjög gaman að sjá hann á vellinum. Mér finnst hann hafa mjög skemmtilega afstöð og hann svona einn af þeim mönnum sem að hefur gaman að því að pirra andstæðingana, allavega láta andstæðingana vita að hann þarna og það þannig að mér alltaf fundist það mjög skemmtilegur leikmaður. Ég saknaði þess að sjá hann ekki meir en ég ekki þjálfari. Nei. Og ég ekki í stjórninni, ég ekki á bekknum, ég veit ekki hvað það sem að þarna að baki. Ég veit eins og bara kæri fyrst strákur. Akkurat, enda ég ekki að fara að krefja þig þessi svör sko. Hérna í dag ætlum við að ræða fjölmiðlun og mér langar þó ég hafa nú ekki nefnt það við þig. Þá langar mér líka að tala stjórnmál á Norðurlöndunum. Það ég veit að þau eru þér mjög hugleikin, en svo við byrjum á fjölmiðlun. Hver svona nú, eins og þú varst að segja við mig núna rétt áður en byrjum að taka upp, var að hún hafi verið 46 ár á fréttastofunni. Tæplega 46 ár síðan ég byrjaði það var í ársbyrjun 1977. Þá var ég ennþá í háskólanum raunar. Já, það alveg ótrúlega langur tími. Hvað svona helsta sem hefur breyst á þessum 46 árum? Þetta ævistarf, það hefur allt breyst. Stærsta og mesta breytingin með tilkomu netsins og þeim möguleikum sem að það hefur gert fjölmiðla þegar ég byrja. Þá eru þeir það sem að kalla hefur verið hlíðverðir upplýsingana. Þeir safna upplýsingunum saman og þeir opna hlíðið og hleypa upplýsingunum út þegar að blaðið kemur út á morgnana eða hádegi eða útvarpið með sín hádegisfréttatíma eða kvöldfréttatíma og sjónvarpið með sín tíma. Þetta var það sem að var á þeim tíma. Þess á milli að þá voru upplýsingarna bara geymdar inn á ritstjórnunum því að það var ekki möguleiki að koma þeim út. Annað sem hefur breyst gríðarlega mikið líka möguleiki til fréttaöflunar því að ég hef stundu tekið það sem dæmi ef að brunin þegar að Hótel Valhöll brann 2009 á Þingvöllum, ef hann hefði gerst 10 árum, að maður tala nú ekki 15 árum fyrr, þá hefðu sjónvarpsstöðvarnar einungis átt myndir af brunarústum. Vegna þess að við hefum náttúrulega rokið á stað þegar við frétta brunanum en hóteli brann svo hratt að það hefði verið brunni þegar að tökum hefði komið austur. Núna, vegna þess að hver og einn einasti maður gengur með farsíma, fréttamyndavél í vassanum, þá eigum við mikið af myndum af þessum atburði. Þannig að núna það eiginlega má segja að það gerist vart sá fréttnæmi myndræni atburður í fjölmenni að hann sé ekki festur á myndband og þetta ein af stóru breytingunum fyrir okkur sem að vinnum í myndrænum miðli eins og sjónvarpi og annað líka að þáttaka almennings í fréttaöflun í gegnum þessa fréttaöflun miklu meiri og líka miðlar hafa sóst eftir því að fá
upplýsingar, myndir og annað frá almenningi sem var miklu minna þegar ég var að byrja. Að sumu leyti fréttamennska miklu betri, að öðru leyti hún það kannski ekki. Það voru fleiri sem að störfuðu við þetta. Já, ég hef nú ekki að vísu reiknað Nei, ég held að það hafa alveg sko, þeim sem hefur verið starfandi í fjölmiðlum, ég held að verið lækkað úr 1500 í 800 bara á nokkrum árum. Já, og það þróun hins vegar sem hefur gerst á hún á síðustu 10, frá því kannski svona í kringum 2007-2008. Og það aftur bölvun netsins, vegna þess að nú heldur fólk að og margir áttuðu sig á því að þeir geta aflað upplýsinga án þess að vera áskrifundur af blaði. Það náttúrulega verða allir að vera áskrifundur af Ríkisútvarpinu, það ekkert val þar, og þess vegna Ríkisútvarpið í langbestri stöðu íslenskra fjölmiðla, en blöð eins og Morgunblaðið og önnur blöð, þau hafa þurft að sjá, þau hafa þurft að standa í blóðum og niðurskurði. Þetta kannski og þetta ekki sér íslenskt fyrirbrigði. Þessi niðurskurður, hann hefur komið mjög mikið niður á erlendum fréttum, vegna þess að fréttaöflun erlendis miklu dýrari heldur en fréttaöflun heima fyrir. Það mjög dýrt að hafa fréttamann staðsettan í útlöndum og þú spara meira með því að skera niður þá stöðu heldur en að reka einhvern á heimaritstjórninni. Þannig að mjög margir fjölmiðlar mjög víða heim, þeir hafa dregið úr áherslu á erlendar fréttir. Sem betur fer eru ríkisútvarps- og sjónvarpsstöðvar í Evrópu í svipaðri stöðu Ríkisútvarpið, það að segja vera með tryggar tekjur og hafa getað haldið upp í mjög öflugu neti fréttaritara og fréttamanna sem að staðsettir eru erlendis. Ég held til dæmis að sænska Ríkisútvarpið sé með upp undir 30 manns í vinnu erlendis, og það sko að hafa sitt eigið fólk á þeim stað þar sem atburðirnir að gerast skiptir alveg gríðarlega miklu máli. Við skulum bara hugsa til þess að við erum að horfa á atburði í gegnum augu íslenskra fréttamanna. Jón Björgvinsson á vettvangi í Úkraínu, í Afríku, í Sýrlandi. Það allt annað heldur en að fá myndir frá AP fréttastofunni eða erlendum miðlum, vegna þess að hann hugsar eins og við, og íslenski fréttamenn eru sérst okkar fulltrúar á staðnum. Það eru okkar gildi sem að þau hafa, og þannig að þetta svona pínulitlu leiti eins og við séum sjálf þarna, ekki einhver útlendingur sem að hugsa kannski allt öðruvísi og eins og í tilfelli Breta og Bandaríkjamanna og Frakka, Ítala, þá eru þeir að sjálfsögðu með gildi sinnar þjóðar og hagsmuni sinnar þjóðar í huga. Þannig að þeir eru að horfa á þetta út frá því hvernig kemur þetta við Ítalíu, hvernig kemur þetta við Bandaríkin, eða hvernig snertið okkur, og þess vegna svo mikilvægt að hafa okkar eigið fólk. Hvernig svona eins og ef það gerist eitthvað út í heimi og við erum kannski ekki með einhvern á staðunum, en Danir eða Svíjar eru með einhvern á staðunum, hvernig aðgengi til þess að SVT eða DR, hvernig þegar þið eru að vinna einhverja frétt og þið sjáuð að það eitthvað ákveð að gerast, þið þurfum að fá upplýsingarna strax og helst fyrir kvöldfréttinar allavega, hvernig aðgengi að þessum fjölmiðlum? Það mjög gott. Það þannig að Ríkisútvarps- og sjónvarpsstöðvarnar á Norðurlöndum eru með mjög náið samstarf. Má til dæmis nefna að þau sem eru með fréttamann í Bandaríkjunum eða þessi útgerð í Bandaríkjunum í Washington, þau reka sameiginlega skrifstofu. Við erum með sameiginlegan tölvuþjón þar sem að við getum lagt inn efni, hráefni þess vegna inn leið og það tilbúið. Þannig að leið og sænska sjónvarpið, finnska sjónvarpið
búið að taka einhvern viðburð sem aðrir hafa áhuga á, þá leggja það inn á þennan tölvuþjónd og við getum bara farið inn á þennan server og náði efnið. Og þið hafið bara fullt aðgengi, no questions asked. Við höfum fullt aðgengi og það nú bara þannig að fjölmiðlar nú ekki mikið í því að leyfa öðrum að komast í hráefni, en það kemur fyrir að menn séu að setja hráefni, það upptökur, það liggur á einhverju, viðtali við varnarmálaráðherra Finna segjum sem að út af einhverju sérstöku og það ekki tími til þess að við höfum ekki tíma til þess að bíða eftir því að finna þeir klippið þetta og fáum klippta frétt frá þeim, þá leggja þetta inn og við treystum hvert öðru til þess að fara með þetta eins og okkar eigið efni og það gert. Þetta hefur engin brugðist þessu trausti nokkru sinni, þannig að við í þessu tilfelli að þetta eru náttúrulega fjölmiðlar sem að hafa sömu gildi og geta starfað mjög náið saman og hafa starfað mjög náið saman. Ef okkur vantar myndir frá Færeyjum þá höfum við samband við bræður okkar og systur í kringvarpinni í Þórshöfn og þeir bjarga okkur og náttúrulega öfugt ef að þau vantar eitthvað sem að við höfum þá bara fá þeir það. Þannig við göngum inn í og safnefni og allt annað. Þetta er mjög náið og mjög gott samstarf og ég hef stundum sagt að þetta eitt af því norræna samstarfi sem er best hefna. Já. Eitthvað svona samband milli Íslands og Breta, Íslands og Bandaríkjanna jafnvel? Það á viðskiptalegum grundvöllum. Nema að náttúrulega við erum líka meðlimir í EBU, European Broadcasting Union og Eurovision sem náttúrulega þekktast fyrir söngvakeppnina en það sem að mér finnst miklu merkara starf fréttasamstarf. Þetta er eitt stór klúbbur og þarna leggja menn inn fréttir og senda inn fréttir og fá þær án endurgjalds tilbaka, þannig að þegar eitthvað stórt gerist í Þýskalandi þá það annarkvort ARD eða ZDF, þýsku ríkissjónvarpsstöðvarnar, sem að setja efni af þeim atburði og það kemur ekkert gjald fyrir annað heldur en það að okkur ber skylda til þess að sjá öðrum sjónvarpsstöðum fyrir fréttaefni ef eitthvað fréttnefnd gerist á Íslandi. Og svo náttúrulega ákveðin rekstrarkostnaður við þetta batteri sem að við tökum þátt í og það svona svipuð. Það greitt eftir stærð og efnahag hverjar þjóðar. Það ákveðin svona líkill sem að svona jafningja sem notaður til þess að ákveða greiðslur til EBU og við tökum þátt í þessu og þetta fyrir okkur er mjög ódýrt og skilar mjög miklum árangri. Þetta í rauninni getum við sagt fréttamyndamarkaður heimsins vegna þess að þetta kerfi síðan tengt við sambærileg samtök í Asíu, Asian Broadcasting Union og við stóru bandarísku sjónvarpsstöðvarnar, þannig að þetta nær í rauninni, þetta spannar stærsta hluta heimsins. En svo erum við líka með bara hreinan viðskiptasamning við aðrar fréttastofur. Það eru aðrar fréttastofur sem eru Reuters og sem til dæmis sem og APTN sem eru í þessu bara, þetta bara business og það dekka stundum aðra hluti heldur en ríkissjónvarpsstöðvarnar eða public service almannaþjónustustöðvarnar gera. Þannig að aðgengi að myndefni er mjög gott, getum við sagt. Já, þetta frekar áhugaverð yfirferð. Þú samt ekki bara búin að vera að svona kynafrétt, eða þú hefur líka verið að sinna viðtölum. Já. Og það eitt viðtal sem þú tókst með Milton Friedman, Ólafur Ragnar Grímssyni, Stefáni Ólafssyni og Birgi Björn, minni mig. Já. Háskólaprófessor. Birgi Björn Sigurjónsson. Akkurat. Hvað
sko, og fyrir þá svona sem er áhersama þá geta þeir séð hérna boga fyrir allengur síðan. Já, þetta sjálfsagt eitthvað upp úr 1980. Já, þetta 83 minni mig. Já, og þetta rauninni sko, þetta rauninni umræðu þáttur sem ég stjórnaði, já. Hvað hérna af þessum svona viðtölum sem þú hefur tekið, hvað svona að þínum að þetta áhugaverðasta? Ég veit það ekki, það mjög erfitt að nefna. Það mjög eftirminnileg viðtöl sem að ég átti við Göran Persson fyrrverandi forsætisráðherra Svíþjóða þegar hann kom hérna í hruninu og það var mjög eftirminnilegt viðtal. Hann þekkti og þekkir væntanlega enn mjög vel til íslenska málefna. Ég man eftir því þegar hann var forsætisráðherra og ég var fréttastjóri í sjónvarpinu og á norrænum fundi norrænna fréttastjóra í Stokkólmi. Þá voru okkur boðið í kvöldmatt í Rosenbad heim til sem embættisbústaður eða skrifstofur sænska forsætisráðherrans og Göran Persson var sem sagt bauð til þessa kvöldverðar og þetta var algjörlega óformlegt. Allt sem var sagt var utan dagskrár, þannig að segja sko, þú veist að það verið ekki haft eitt eða neitt eftir neinum og ég man eftir því að ég var mjög imponeraður hvað hann þekkti óskaplega vel til stjórnmála á öllum Norðurlöndunum, líka á Íslandi og nú kannski ég man eftir því að hérna hún var mjög hlýtt til Davíðs Oddsson. Þeir eru náttúrulega sikkur með pólitíkinni. Persson krati, sósíaldemokrati og Davíð náttúrulega hans systurflokkur sjálfstæðisflokksins moderatana í Svíþjóð en þeim hafði greinilega hérna samið ágætlega því að ég man eftir því að hann talaði mjög vel Davíð á þessum tíma en hann bara þekkti svo vel, hann þekkti alla forsendur og allt. Ég hef tvisvar tekið viðtal við hann og ég hef nú verið svo heppinn að frá 1986 og þá hef ég náð að taka viðtöl við alla forsætisráðherra Svíþjóðar. Nú komið nýr Úlf Kristersson og ég hef ekki talað við hann. Nei, ég talaði ekki við Magdalenu Andersson. Enda var hún bara í ár og ég náttúrulega offisílt hættur hjá Ríkisútvarpinu en ég náði hins vegar að tala við Stefán Löfven og þannig að þetta svo ótalmörg viðtöl, það alveg ógulega erfitt að gera upp á milli. Já, þetta kannski ágætis leið til að koma okkur inn í stjórnmálum Norðurlöndunum. Já, býta eitt alltaf það var viðtal sem var tekið í mitt líka í kreppunni við Kenneth Rogoff sem eitt þekktasti hagfræðingur heimsins. Hann var þá allavega, ég held að sé það professor við Harvard og hann hafði þá nýverið gefið út eða var að undirbúa bók sem mjög þekkt og heitir ásamt hérna Carmen Reinhardt sem líka annar þekktur hagfræðingur og þau gáfu út þessa bók sem heitir This Time It's Different. Núna þetta öðruvísi og þetta saga af efnahagslægðum og kreppum í 800 ár og ég man eftir því ég spurði hann sko hvað eiga þessar kreppur sameiginlegt að því að þú segir í titlinum að hagfræðingar segja alltaf og stjórnmálum segja alltaf nei, það engin hætta á kreppu núna vegna þess að þetta öðruvísi núna, this time it's different, við erum búin að læra okkar leksjum og hann sagði, þeir hafa það sameiginlegt til dæmis að menn sjá aldrei fyrir orsakir þess að það kemur kreppa eða efnahagslægð og svo eiga það sameiginlegt líka að það enda allar. Já, nákvæmlega. Þetta er einmitt mjög merk bók, ég hef ekki lesið hana sjálfur en ég veit samt að Stiglitz og Krugman færa oft rauk fyrir því að með minnir allavega Stiglitz að þessi bók markar svolítið svona upphaf nýrrar efnahagsstefnu sem að kemur þarna í kjölfar hrunsins sérstaklega. Ég man líka, ég spurði hann Rogoff á þessum tíma þetta var þegar Barack Obama var nýtengin við og það voru mjög deilt þá efnahagsstefnu sem að hann hafði tekið upp. Akkurat. Og ég spurði hann hvað honum fyndist
það sem að Obama ætlaði að gera og hann sagði sko hann væri of snemmt að dæma en ef við værum sko komin á þing hagfræðinga í Bandaríkjunum og spyrðum þar þá myndi 1/3 segja þetta væri alveg briljant 1/3 myndi segja þetta ykkur mesta vitleysa sem að nokkur manni hefur dottið í hug og síðasti þriðjungur myndi segja ég hef ekki hugmynd. Já, akkurat þetta líka frekar fyndið út af því gott skulu nefnend út af því að núna náttúrulega eru hagfræðingar oft á tíðum mjög ósammála stefnur og fleira en samt því einhvern veginn tekið sem sko vissu oft þegar hagfræðingar eru fengnir í viðtölu eða fleiri þess að þetta sé einhver sko sannindi hvert einasta orð sem þeir mæla þegar að þú getur fundið annan hagfræðing sem að mælir algjörlega gegn þessu. Já, samt þá verði ég að vitna í það sem Emily Maitlis sem var svona maður með Newsnight á BBC sem mjög góður fréttaskýringar þáttur sem á hverju kvöldi klukkan 10:30 á breskum tíma á BBC 2 sjónvarpinu og mjög sko það ekkert óskaplega mikið áhorf en það mjög mikið áhorf í hópi þeirra sem að skipta máli segir BBC og þetta og þetta allt saman þungavíkta fólk sem þarna og Emily Maitlis hún sagði að það hefði verið gerð krafa á BBC og þau í kosningabaráttunni fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna útgönguna úr Evrópusambandinu að þau hefðu hagfræðing sem að væri með og á móti þau væri að fjalla þetta. Hún sagði það var bara stór vandræði vegna þess að finna þá vegna þess að við gátum hvenær sem var kallað til 400 hagfræðingar sem sögðu þetta að vera algjör þvæla en það voru stór vandræði að finna einhvern sem að mælti með þessu. Þannig að stundum eru hagfræðingar svona mestuleiti sammála. Ég hef til dæmis einn góðan vin sem var nú að hætta núna hagfræðiprófessor í London við Richmond College í London og hann sagði sko að hann hefði aldrei vitað nokkur í þjóð gera sjálfur sér svona óstjórnlega mikinn óskunda þegar hún hefði átt að vita betur. Já, ég náttúrulega alveg sammála því og það var einmitt frekar sko áhugavert ég skrifaði BS-ritgerð sem sagt kosningu Trump og var að reyna að finna ástæður fyrir því og ég einmitt vísa svolítið í Brexit þar sem að svona ákveðnum hópum sem að eru kannski ekki vissir eru oft sko málaðir upp sem einhverjir algjörir ónýtjungar það maður sá þetta þú veist í Suðurríkjum Bandaríkjanna hafa verið að segja að þetta væri ómögulegir rasistar sem að ættu nú helst ekki að fá sko kosningarétt og fleira þessartar og það einhvern veginn sko skapar þessa svona óþarfa togstreitu að mínum mati sem að við náttúrulega sjá núna allir springa út sérstaklega í Bandaríkjunum það sem að bara mjög mikil ólga út af bara það sem kallaði með polarization eða það sem bara fólk flikkjast yfir á sikkoran pólinn og vill valla að ræða saman. Silja Bára Hauksdóttir professor við HÍ, hún kallaði þetta skautun akkurat og þetta alveg hárrétt og þetta hefur orðið dálítið áberandi á síðustu árum það virðist vera sérstaklega í bandarískri pólitík að þetta sem að þeir kölluðu bipartisanship flokkarnir unnu saman sé svona eigi mjög erfitt uppdráttar nú á tímum og það svona einhver meiri harka og meiri ofsi sem að hefur fæst í þetta og ég held að sumuleyti sé þetta afleiðing af samfélagsmiðlum og umræðinni á samfélagsmiðlum þar sem að menn vonuðu að samfélagsmiðlar og netið gæti orðið til þess að umræðan yrði upplýstari, fólk gæti auðveldan aðgang að upplýsingum að þá í staðinn hefur þetta orðið dálítið sumstaðar eins og á fundi þar sem að þeir sem að hrópa hæst og vilja ganga lengst og þeir fá mesta athygli og eru sko óbilgirni gagnvart öllu öðru ósangirni þar sem að andstæðingarnir eru málaðir sem annarkvort svíkarar hálfvitar eða eitthvað annað og ekki hlusta á rökin
þetta hefur orðið alltof algengt og við sjáum þetta raunar í íslenskri pólitíkin ekki eins mikið og mjög víða erlendir.